áður en ég varð uppistandari þá var svona fyrir mér að svalasta sem hún getur gert með lífið þetta að verða uppistandari og svona eins og rockstjarna uppistandari. En síðan byrjaði ég í uppistandi og ég komst fljótt að því að þetta að svalasta sem ég get gert með lífið mitt. Það þá rockstjörnur og eitthvað. Ég þorði samt ekki að segja henni að þetta svo kjánalegu draumur að vera einhver sveitastrákur og segja öllum svona, já, ég fluttu suður til að fara í uppistand, sjáumst bara. Þannig ég sagði ekki neinum frá því að mér langaði til að vera uppistandari. Og svona kannski plan B var að verða kvikmyndagerðarmaður. Mjög solid plan, sko. En já, þannig ég svona ákvað bara sem afsökun að sækja mig kvikmyndaskólanum til að geta flutt suður til að byrja í uppistandi. Og það það sem ég gerði 2016. Svona einn daginn mun ég fara til Reykjavíkur og vera á einhverjum skítuðum bar niðri í bæ og fá 5 manns að sjá mig upp á sviði. Það var svona draumurinn, sko. Hafið þið heyrt Arnóta? Já, nei. Þóttið. Ekki? Nei. Þú gleymir hún ekki hérna. Takk fyrir. Það ekki ganga þetta fyrir stefnir að þið. Gott eitthvað. Velkomin til Hafnarfjarðar, þar sem Let's Stay Together er rómantískt hugtak. Tók mér nokkra mánuði reyndar að fara upp á sviði, sko. Fyrsta skiptið sem ég fór upp á sviði var alls ekki gott og alls ekki skemmtilegt fyrir neitt, sko. Það hló enginn. Það sem ég var að segja var alveg fyndið, ég stend alveg á bakveð, en vandamálið var, ég var svo stressaður. Svona, ég átti erfitt með að sofa, átti erfitt með að tala við fólk, ég var bara skjálfandi úr stressið, sko. Hvenær fór það að verða gaman? Þú veist það, var það eitthvað tíma? Sko, ég ennþá að bíða bara eftir þetta. Ég var að tala við vinkonu minni daginn og ég myndist eitthvað svona á lesblinduna mína. Ég var erfitt með að lesa. Og hún spurði mig, hún kennari, hún spurði mig, já, hugsaðu í myndum. Hugsaðu myndrænt, Arnór. Ég eitthvað, þurfti að tjekka, sko. Já, þegar ég hugsa þá sé ég myndir í hausnum á mér. Hún eitthvað, það eru frábæra fréttir. Þeir sem eru lesblindir og hugsa í myndum, hugsa 20% hraðar heldur en allir aðrir. Þú veist, ég er farður. Svo var ég að pæla, það er athugavert að þessi 20% hjálpa mér ekki við að lesa. Þau einhvern veginn kom í veg fyrir að ég lesi vel og fái hausverk við að lesa. Ekki sýnum að bók, þið skiljið ekki, ég er með sjúkdóm það sem er mikið betri en þú. Það er rosalega gott fyrir heimildamyndina ef við förum í Hafnarfjörð í kvöld og það er fullur salur og ég bara bama. Í 20 mínútur enginn hlær og ég svitna gett mikið. Ég þekki þetta, óhefinn í spilum heppinn í ástum sem ég fæ að heyra rosa mikið að því ég lélegur í spilum. Mér finnst það alltaf jafn neyðarlegt að þið bara segja eitthvað, já, Arnór, þú tapaðir, þú ert nú meira kvennagulli. Já, tapaðir aftur, vá, stelpunnar elska þig. Ég held að ég verður bara lélegur í veiðum, en ok, takk. Svo heyri ég líka oft, hey, Arnór, þú ert svona rauðherður. Þú ert rauðherður, þú ert með herra sársaukaþröskuld þetta allir aðrir. Sem ég googlaði og þetta er kjaftæði. Þetta er kjaftæði sem þið bjuggur til að vera ekki með samviskubiti við að kikka gingerdi. Þið reynduð að plata mann sem er lesblindur og hugsar í myndum. Þetta er eitthvað mistóksvíð, ég er 20% undir einhver. En já, ég steg upp á svið og vissi ekkert hvað ég átt að gera. Þetta er svo súrrealísk tilfinning að stiga upp á svið í fyrsta skipti. Þú veist, ég hef aldrei gert neitt sem að, er svo líkt. Þannig að ég hélt á míkrofónum bara hliðin á naflanum á mér eitthvað og talaði ekki alltaf lágt fyrir framan alltaf bara skjálfandi. Þannig að ég held að allir hafi vorkennt mig bara. Ég áttaði mig ekki alveg á hvað þetta er svona, þetta er ágætlega slæmt fyrir mann samt að fara upp á svið og hverju einsta kvöldi og láta klappa fyrir manni. Þó að það sé gott að klappa fyrir fólki þá er þetta svona,
Ég áttaði mig ekki á hvað það væri að gera við mig persónulega. Af því að þegar COVID kom og allir hætti að klappa fyrir mér, þá þurfti ég að setjast niður og pæla bara virkilega hver ég sem manneskja. En fólk ekki að klappa fyrir mér áður en ég fer að sofa. Kona mín vildi ekki gera það, sko. Ég þurfti að einn heim að klappa. En ég þurfti að setjast niður og bara tilla mér og pæla bara hver ég. Og ég komst að því ég rómversku myntsafnari. Heyrðuðu það? Ég rómversku myntsafnari. Ekki bæn. Þetta misjafnt hvernig maður fer að því að skrifa efni. Til að byrja með var þetta rosalega mikið af svona sögum að ég vera vandræðalegur. I was at the airport once waiting for my plane, like you do at airports. And I had to throw my chewing gum away, so I walk up to a garbage can, and there's an old man sitting behind the garbage can. And for some reason, he's staring at me. But I don't care. I'm just throwing my chewing gum away. But it got stuck to my fingers. And he's sitting right here, just burning a hole through my head as I'm trying to get the gum off my fingers, and it wouldn't get off. It wouldn't get off. I'd been there for like 10 seconds, which is eternity, with gum on my finger. I'm trying to get it off, and I can feel him staring at me. For some reason, I look at him, and there's eye contact, so I just freak out, and I put the gum back in my mouth. And I just walk away, like, yeah, people do this all the time. Don't worry about him. He was the weirdo. Looking at me? What a weirdo, the guy. Again, from his point of view, who the fuck am I? Sup, old man, my gum is kind of out of flavor. Gonna get some of that garbage funk on it. I love garbage gum. Þetta gerðist upp á flugvelli að ég var að henda tyggjói og það var gamall kall að horfa á mig og ég leta bara aftur upp í mig og ég síðan labbaði til vina minna sem voru annað bara eitthvað í fríhöfninni og ég sagði ekki neitt, mér bara svona leið kjánulega, bara svona innst inni var ég bara eitthvað, þetta er svo mikill hálfviti, hvað er það að gera? Og þetta svona nagaði sálina minna alveg í nokkra mánuði, þannig að ég fór upp á svið og sagði þetta og bara svona að reyna að koma þessu út, bara ég er hálfviti, sjáðu þið hvað ég er mikið fíbl, að gera með fíbl og allir hlógu og það var allt í leið mér ekki eins og fíbl lengur, þetta var svona, ok, núna vita allir að þessu, núna þarf ég ekki að pæla í þessu, núna get ég sofið rólega, það vita allir ég borðaði eitthvað ruslatyggju. Hvar var ég? Hvað er ég að fara? Hvað er að gera? Hvað er að gerast í kvöld? Þú ert rómversku myndsafnari. Ég er rómversku mynd, það er rétt hjá þér. Ég er rómversku mynd, ég var. Þetta er ekki cool lengur, sko. En þetta var alltaf cool þegar COVID var. Og fekk einhver annars að geta cool áhugamál. Fekk einhver annars að geta eitur svalt áhugamál í COVID. Já, maður finnur líka bara með að skrifa efni, það er oft sem eitthvað kemur svona upp á. Kannski ég fyndið í mómentinu og kannski ekki, en síðan svona bara nokkur mánuðum, kannski ári, 2 seinna, þegar maður svona pælir þessu aftur, vanlega íkir eitthvað smá og fer með það upp á sviði. Pissa sitjandi heima? Þarna? Við fengum okkur kött, við fengum okkur kettling sem elskar að boxa piss. Þetta var alveg vandamál. Það er alltaf þegar ég fór að pissa, þá kom kettlingurinn inn og eitthvað, þessi leikur aftur. Þetta er hrein handklæði. Leikur. Svo stundum stekkur hann upp á setuna og dettur ofan í klósettið. Hann er eitthvað að pissa framan í kettling. Þetta er galin tilfinning að maður virkilega veit ekki hvað maður á að gera. Það er bara svona knee-jerk eitthvað, oh my god, og byrjar að pissa á gólfið. Og svo einhvern veginn áttum maður að því, þetta er verra. Hann er nú þegar með sland í andlitinu. Þannig að maður fer tilbaka, líka því að hann elskar þetta. Fuck ég að pissa þig ekki. Talk about it.
En já, gaf út minn fyrsta comedy special hana 2022 eða 1, maður ekki. Ég sagði lög með ár, sko. Já, ég held að það er desember 2021. Við fengum okkur rauðhærðan kettling. Akkur að það finnir? Það fyndið þið. Fólki finnst það fyndið fyrir einhverju ástæðar. Sagði vinur mínum að svona, hei Arnór, akkur fyrst þú þér rauðhærðan kettling? Akkur fyrst þú þér rauðhærðan kettling? Þið getur pissað fram með það. Finnur ekki alveg mikið fyrir? Með hærri pissþröskuld eða eitthvað, ég veit það ekki. Þetta er ógeðslega brandaramál. Hvað er að gera henni í kvöld? Hvað breyttist þú að gefa út special? Ég myndi segja að það er svona ákveðin stimpill, ákveðin svona gæðastimpill sem maður færi þegar maður gefur út special. Þannig að þetta er svona ákveðið, þó þarf enginn endilega að horfa en þú getur sagt þessi gæði er búinn að gera þetta, fattar við. Lestu við rammaðin myndaðir með Hugleiki dagsins? En við tókum upp 2 kvöld og síðan klipptum við bæði kvöldin saman. Ég bjó í bílskúrsíbúð í Hafnarfirði með konunni minni og 3 ára dóttur. Þannig eins og getur ímyndað á ekki peningur aflögu fyrir rómversku myndsöfnum. Þannig ég þurfti að safna rómversku mynd í leyni. Sem þið verða að viðurkenna miklu meira cool heldur en þessi venjulega rómversku myndsöfnum. Það sem voru að sýna öllum eitthvað, hei, sjáðu rómversku... Nei, það vissi enginn að þessu. Og ég geymdi hann í vasanum mínum að því að kona mín mátti ekki finna það. Ég var á vappinu niður í bæ með 1700 ára gamalt klikk í vasanum. Eitursvalt, ég veit það. Það kan einhver brandara einum af öllu. Nei, jók, þetta er ekki... Þetta er miklu meira virðið heldur en ég písa, sko. En vasan minn var orðinn þungur af pening sem ég gat ekkert notað einu sinni. Þannig ég ákvað að fela þetta í svona litlum trékassa, litlum trékassa upp á ísskáp, þar sem að við geymdum peningin okkar. Ég veit ekki af hverju ég valdi þann stað. Af því að kona mín kom heim og fann það leið. Hvað er fjandann með þetta? Og ég þetta er Próbustinerius ástin mín. Eyddurum peningnum okkar í útrunninn pening. Það var nefnir ógeðslega góð. Það eru margir uppistandur núna sem að taka bara upp klukkutíma efni á síma sinni eitthvað og posta það á YouTube og segja svona, hérna er uppistandsspecialið minn. Þetta er eitthvað að breyta smá núna, sko, en allavega fannst mér þegar vorum að taka upp, þá fannst mér svona einhvern veginn meira legit við að hafa fyrirtæki sem að framleiðir uppistandsspeciala, vera partur af því einhvern veginn. Ég er mjög stoltur af þessum special, en já, eftir að hann kom út þá fannst mér ekkert að meika það, sko. Og eftir túrinn þá spurði einn Amerikanur minn mig hvað svona væri ódýrast að versla af því að Ísland er svo dýrt. Og ég hugsaði strax svona, ég ætla ekki að benda ég ætla að segja að maður fara ekki í 10-11 og svona upp í hausnum og maður hugsaði ekki bara í 10-11 af því að 10-11 er dýrt. Og svo myndi í Ameríku, þar eru þau með 7-11. Það er svona svipað eins og 10-11 held ég. Þannig ég sneri mér að hópa 15-20 Ameríkunum og sagði don't go to 10-11 because our 10-11 is like your 9-11. Takk fyrir mig. Arnór, ha? Það er alveg margir svona geðsjúklingar á open micum, sko. Þetta er alveg grillað tíma. Ég meina þegar þú byrjar einhver kvöld á bar þar sem að hver sem getur farið upp á svið og verið svona athygling í 5 mínútur. Þetta er góð hugmynd, þú veist, ég hef gaman að þessu en þú færð alveg nokkra skrýtna inn, sko. Það er bara partur af þeim. Bara gaman. Akkur heldur fólk vilji það? Akkur heldur fólk vilji vera sendur á því í tennisum í 5 mínútur? Fólk er klikkað, maður. En þú vilt það, ekki?
Já, ég klikkað. Já, áður en ég var uppistandari, fyrir mér að vera uppistandari það svalasta sem maður getur gert með lífið þitt. Það var svona, þetta er eins og rockstjarna. Þetta það svalasta sem maður getur gert með lífið þitt. Síðan varði ég uppistandari, ég komst fljótt að því þetta er það svalasta sem ég get gert með lífið þitt. Það er ennþá rockstjörnur og svona fullt af cool hlutum. Ég held að heimildarmyndir uppistandara séu leiðilega, sko. Ég ger ekki neitt. Það er svona ágríns. Þetta verður áhugavert fyrir kannski fólk sem hefur áhuga á uppistandi. Ég veit að ég horfi líka ennþá rosalega mikið að heimildarmyndum uppistandara. Mér finnst það áhugavert. En, já, ég held að ég væri svo eini, sko. Það er bara ég og þú. Já, það er bara við. Þetta er bara mynd fyrir okkur. Við gerum þetta. Ég reyndar hata líka að horfa á sjálfa mig en þetta verður bara mynd fyrir þig.